Komið sæl og blessuð að þessu sinni ætlum við að ræða náms- og starfsval og auðvitað Háskólann á Akureyri. Og hingað eru þau komin Gísli Kort Kristófersson og Andrea Hjálmsdóttir. Velkomin. Takk kærlega. Takk. Hvað ykkar námsvali og hvað þið menntuð ef við bara byrjum þar? Ef ég byrja, í grunninn ég gullsmiður sem tengist nú ekki beint Háskólanum á Akureyri en ég fór svo úr gullsmiðinni yfir í félagsfræði. Þannig að ég er með samfélags- og hagþróunarfræði frá Háskólanum á Akureyri, fór svo í framhaldsnám til Vancouver og félagsfræðingur. En þú Gísli? Já, ég fór í hjúkrunarfræði, útskrifaðist þaðan 2004 og fór síðan í sérnám í geðhjúkrun út til Bandaríkjanna sem ég útskrifaðist úr 2008 og síðan lauk ég doktorsnámi frá Háskólanum Minnesota 2012. Hvað það í raun og veru sem að ræður námsvali og hvað við verðum? Hafið þið eitthvað pælt í því? Já, hvað segir þú, Andrea? Já, ég byrja. Já, ég held sko að það náttúrulega persónubundið á margan hátt, en líka erum við undir gríðarlegum áhrifum frá samfélaginu og að því við erum þetta svolítið kannski að fókusera á kynjað náms- og starfsval að þá náttúrulega hugmyndir samfélagsins hvað eru hefðbundin karlastörf og hefðbundin kvennastörf hafa mjög mikil áhrif á það hvernig við getum séð sjálf okkur og svo auðvitað skipta fyrirmyndirnar miklu máli. Þannig að við höfum fyrirmyndir í ólíkum starfsstéttum sem við getum kannski mátað okkur við sem krakkar og þannig að þetta svona margþætt. Nú hefði ég haldið Gísli við að svona bara líta á þig við fyrstu sína, þá hefði þú kannski frekar átt að vera einhvers staðar á togara stórsjó heldur en hjúkrunarfræðingur. Já, einmitt sko. Það er náttúrulega spurning svona hvaða þættir koma inn sko þegar maður að velja og hvað maður heldur að sé í boði fyrir mann. Og ég hef kannski tekið eftir því með okkur þessa furðufugla sem höfum valið sko hjúkrunarfræði og erum kallmenn að við erum oft svona dálítið sérlundaðir og svona sumir eru formulega meira sér bara pönkarar en ég held að flestir kallkyns hjúkrunarfræðingar sko séu svona pínu litli pönkarar í sér og þetta væri mjög gott ef þú þyrftir ekki að vera pínu pönkari til að vera kalla fyrir hjúkrunarfræði sko. En það voru þannig kringumstæður sem réði kannski dálítið að ég fór. Ég var í íslensku bókmenntafræði við Háskólann og fannst ég ekki vera að gera nóg mikið gagn sko. Og var með svona, fór í svona ákveðna tilvistarkrepp út af því og fór og í staðinn fyrir að halda áfram í því að það ákvað ég að fara að vinna á hjúkrunarheimili. Og það var í nóvember 1999. Og eftir bara viku á þessu hjúkrunarheimili þá vissi ég að þetta væri eitthvað sem ég vildi gera sko. En ég var búinn að semja við manneskjuna sem ég fór að vinna hjá að ég mætti hætta eftir 4 tíma sko. Ég var hræddur að þetta myndi ekki ganga sko. En hvenær svona fæðist þessi fyrsta hugmynd þá? Að fara í hjúkrunarfræðina, það var bara eftir þessa viku held ég á. En hefði ekki verið að fara í læknisfræði, hefði það ekki verið þetta hefðbundna? Jú, og fólki fannst það eðlilegast sko, vegna þess að ég hef alltaf verið ágætis námsmaður og svona og þannig að fólki fannst þetta skrýta. Ég sá í rauninni ekkert nema hjúkrunarfræðina, mér fannst hún eitthvað svo spennt. Ég hef alltaf verið svona mörgum hug og félags- og raunvísinda, hef alltaf haft áhuga á mörgu. Og erfitt að binda mig niður í eitthvað eitt sko, þannig að mér var svo spennandi með hjúkrunarfræðina, hún var svona á mörgum margar fræðigreina og fannst aðrar kannski greinar sem eru svona meira hefðbundnar, kallagreinar ekki vera nógu, hvað getur við sagt, ekki vera nógu opnar sko, ekki vera nógu breiðar, þannig að eins og ég segi, ég sá í rauninni ekkert nema hjúkrunarfræðina þegar ég fór að skoða þetta sko. Og hvernig var þið tekið með sá sjúklingum? Það gekk bara mjög vel, fólki finnst þetta þægilegt að hafa aðgang að báðum kynjunum og sama hvort að það í svona líkamlegri umönnun eða hvort að það í geðinu sem ég hef síðan sérhæft mig frá því í rauninni 2004 hef ég verið að vinna í geðinu sko. Fólki finnst það bara mjög þægilegt. Það eru margir strákar og kalla sem finnst þægilega að tala við kalla og ég hef verið að vinna með úlningum núna síðustu árin og þeim finnst fellega næs sérstaklega úlningsstrákunum að sé hægt að vinna með köllum líka. Sumir hafa, og þetta ekki ég sem segi þetta, þeir sjálfir sko, þeir eru konum með dálítið leið á miðaldra konum í umönnunarhlutverkum og hafa verið að hitta og tala við miðaldra konur í kerfinu sko allt sitt líf sem ég bara, þú veist, það bara þannig dálítið sem samfélag okkar hefur einhver megin
gert þetta og þeir eru mjög fegnir því að hafa allavega valmöguleika sumir hverjir og það var svo sem við stelpurna líka. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt í öllum þessum greinum, ekki bara í hjúkrunarfræði heldur í félagsráðgjöf, í kennslunni, í leikskólakennaranum, að það sé breiðari skírskotun, bæði með tildi kynja en núna þegar við erum að fara að verða aðeins fjölþjóðlegri í þetta samfélag okkar, að við vöndum okkur að sé ekki bara ein tegund af fólki sem að veljast í þessi störf. Andrea, nú virðist að vera að það sé auðveldara fyrir konur að fara inn í karlastörf heldur en kalla inn í kvennastörf. Hvernig það? Ég held að það hafi mjög mikið að gera með þessar menningarbundnu hugmyndir samfélagsins sem ég var aðeins að ymbra á áðan, að svona í sögulega séð hefur alltaf svona það sem er karllægt, það er svona sem sagt ofar að við sjáum það svona, sko, við berum gjarnan meiri virðingu fyrir því sem við teljum karllægt heldur en því sem við teljum kvenlægt. Þannig að þegar stelpur fara inn í hefðbundna karlagreinar, að þá eru þær svona að fara upp á við, þær eru að taka skref upp virðingastigann. En þegar karlar fara inn í hefðbundna kvennagreinar, að þá er það álitið skrítið eða að því þú ert líka svona þá svolítið að stíga niður svona samkvæmt þessum hefðbundnu hugmyndum sem við höfum sko virðingarstiga samfélagsins. Þannig að ég held að og stelpur hafa haft miklu meira svigrúm til að prófa sig áfram og ég held að það sé að stórum hluta að því þær eru taldar vera svona stíga upp, sko. En svo eru líka bara virðist vera rannsóknir sem benda til þess að sko foreldrar, sérstaklega feður í svona heteronormatískum samböndum, að þeir telja sig bera mjög mikla ábyrgð á því að drengirnir þeirra verði karlmenn. Þannig að strákar strax í bara mjög snemma í barnæsku fá mjög lítil tækifæri til að prófa sig áfram bara með leikföng og annað sem tengist svona hinu kvenlæga og þá umönnunarstörfum og öðru slíku, sko, leika sér síðu með dúkkur og meðan að stelpur fá meira svigrúm til þess að prófa sig áfram. Þannig að það er mjög mikilvægt að við reynum að brjóta svolítið upp þessar hugmyndir til þess að veita báðum kynjum meira svigrúm til að prófa sig á ólíku stöðum og eins og Gísli benda á bara til að fá meiri fjölbreytileika sem skiptir gríðarlega miklu máli. Þannig að ykkur finnst þetta ekki ásættanlegt eins og þetta er í dag? Nei, ég held þetta sé engu til góðs og engum. Ég veit ekki hvað Gísla finnst það. Nei, þetta er náttúrulega kallmenn eru sko 2% hjúkrunarfræðinga á Íslandi sem er það lægsta bara sem gerist í heiminum, sko. Og við erum númer 1 á þessum, hvað heitir það, Gender Equality Index. Og á meðan sko þjóðir sem eru mun lægri heldur en við á þeim lista eru með mun hærra hlutfall kalla í hjúkrun, sko. Þannig að við einhvern veginn nær þetta kynjajafnrétti og þessi svona uppljómun okkar á þessu sviði virðist ekki ná til kalla að fara inn í sko hefðbundin kvenhlutverk, sko. Nú er háskóli með átak í gangi, kallar í hjúkrun eða ekki eitthvað svoleiðis yfirskriftin. Hjálpar þetta eitthvað? Já, við höldum sérstaklega, sko bæði með náttúrulega hjúkrunarfélagið hefur verið að vinna eins með samfélagsmiðla og annað slíkt að vera að skapa fyrirmyndir og kynna kalla í hjúkrun sem er að talið af sumum sem hafa verið að gera rannsóknir á þessu sviði gagnlegt. Síðan erum við spennt í HA að vera með svona aðeins sértækari aðgerðir. Að við mögulega getum og við viljum gera það sem við getum til að auka aðeins hlut kalla í hjúkrun og við viljum styðja við bakið á þeim strákum sem ákveða að koma í hjúkrunarfræðina. Og það sem við erum kannski að sjá er það að það eru svona töluvert mikið af, ég veit ekki hvað er kallað á íslensku, en það er kallar í hjúkrun og nemendur, kallkyns nemendur í hjúkrunarfræði lenda í því sem er kallað svona microaggression. Öráreiti, kannski eitthvað svoleiðis, sko. Sem þýðir það að þeir eru kannski ekki, það er engin að negla dautt gæludýr á útidyrahurðina þeirra, en það eru svona litlar vísbendingar sem þeir eru gefnar að þeir séu á röngu staði að þeir eigi ekki að vera þarna. Það er ekki til föt í þeirra stærð, það er ekki til búningsklefi, það er gefið í skyn að þeir eigi ekki að vera þessari deild. Það námsefnið sem þeir eru að lesa snýst allt konur og hvað sem er kvenlegt,
Florence Nightingale, sko, móðir nútíma hjúkrunar, var ekkert sérstaklega hrifin af því að sjá harðgerðar hendur innan hjúkrunarfræðinnar og við lesum texta það. Þannig að það er svona margt, það er mikið sagt, jæja stelpur, þó það séu 3 strákar í bekknum og svoleiðis. Þannig að það eru svona skilaboð, pínulítil skilaboð það að þú eigir ekki að vera þarna. Og það er náttúrulega einn af þessum hlutum sem er líka spennandi fyrir okkur að vinna í, að reyna að koma auga á hvar erum við að gefa þessi skilaboð. Og ég er náttúrulega bara að tala kalla í hjúkrun núna, sko, og hvernig getum við aðeins breytt þeim og sagt meira, heyrðu, þið eru velkomnir og það er eðlilegt að þið séu hérna líka. Þarf að gera einhverja grunnbyltingu á uppbyggingu námsins líka, kannski bæði í hjúkrun og eins í kennarafræðunum? Er þetta byggt upp fyrir konur? Já, sko, nú er ég til dæmis ekki sérfræðingur, ég hvorki í kennaradeildinni né hjúkrunarfræðadeildinni, en ég ímynda mér það að, sko, bara svona, það er alltaf ákveðin hefð sem kemst á. Og þú þekkir námsefni betur eins og til dæmis í hjúkrunarfræðinni, en eins og bara orðræðan skiptir svo miklu máli. Og þú speglar svolítið orðræðu sem að þekkist mjög vel úr pólitíkinni, það sem hún snýr í hina áttina, sko, það er hey strákar og það er svona allt mjög karllægt þar og konunum finnst þær ekki velkomnar og það er náttúrulega mjög alvarlegt ef við erum með nemendur og svo starfsfólk sem upplifir sig ekki velkomið og þetta þarf ekki að vera mjög stórt, þannig að það væri til dæmis held ég mjög gagnlegt skref og verður væntanlega hluti með þetta átakinu sem þau eru í og þyrfti þá kannski að fara í með kennara efnið líka, þú veist, er það þannig? Og það þyrfti bara að skoða þá hann í kjölinn, er það þannig að námsefnið, kennsluaðferðirnar og orðræðan þá í kennslunni sé þannig að hún sé beinlínis útilokandi fyrir karla og ef svo er að þá er það eitthvað sem hægt er að kippa í liðin. Það er allir svona hluti sem við getum breytt en við þurfum að vera meðvituð þá til þess að breyta þeim, sko. Ég hef stundum sýnt nemendum í háskólanum frétt sem ég sá í gömlu fréttablaði á dögunum og þar var verið að sýna, sko, þessa stóru svokölluðu kvennastéttir sem voru búin að velja sér kalla í forsvar og 2 eða 3 af þessum stóru kvennastéttum. Er það einhver lausn? Ég fæ alltaf mjög svona ákafar umræður þetta og sitt síns hverjum sem finnst það bara fínt og það sé ákveðin fyrirmynd en er það rétt endin að byrja á að setja kalli í forsvar? Sko ég held að sé ekki endilega lausn, sko, upp á fjölbreytileika og breiddina en það er náttúrulega lausn að því leyti að það virðist bara frekar hlusta á karla sem í forsvari fyrir stéttir. Ég skil alveg þá pælingu, en svona sko til lengri tíma litið með að fjölga sko körlum í þessum stéttum og breyta ásýnd, þá ég ekki alveg sannfærð að það sé lausnin. Hvað segir þú nú? Þekkir þetta aðeins betur? Já, ég veit ekki. Mér finnst náttúrulega eins og staða kallinnar hjúkrunar athyglisverð, sko. Ég veit ekki, þetta svona þegar maður fer að hugsa þetta út frá feminisma og völdum og stöðu að þá þetta svona algjör postmodernískur hrærigrautur, sko. Og það sem ég á kannski við með því það að þú kemur inn, sko, ef þú ert til dæmis að hugsa völd sem fylgir kyni, sko, þá ertu með meiri völd á vissan hátt sem fylgir bara þínu kyni sem karlmaður. Stærðin getur skipt máli og röddin þín, sko, þú tekur meira pláss og það er hefð fyrir því, sko, að kallar megi að verða reiðir og vaða yfir, þá þeir ákveðnir. Konur sem hafa sér svoleiðis eru frekjur, sko, og eitthvað svoleiðis. Þannig að við höfum svona ákveðna forgjöf hvað eitthvað varðar og síðan höfum við líka þetta innan hjúkrunarstéttarinnar, sko, það sem að kannski ákveðni hjúkrunarfræðingar að passa, sko, að kallarnir sé ekki að fá neitt ókeypis, sko. Og þegar allir eru farnir að passa og fáir ekki neitt ókeypis að þá hættir það að vera plús og fyrir að vera mínus, sko. Þú veist. Þannig að eins og ég segi, það er mjög svona heillandi og það er náttúrulega ekkert samfærandi fyrir hvítan doktorsmenntaðan kallmann að kvarta yfir stöðu sinni í samfélaginu eða í hópnum. Ég hef það mjög gott, sko, allt það. En það er hins vegar spurning og ástæðan náttúrulega fyrir að við erum að tala þetta er það að það er 2% kalla, það er 2% hjúkrunarfræðinga á Íslandi kallmenn. Þú veist. Það er greinilega eitthvað að.
þú veist, ég held að stór hluti að þessi viðhorf samfélagsins til karlmennsku og ég held að stór hluti að því sé það að við gefum ekki strákunum okkar leyfi til að fara í kvennagreinar. Þú veist, af því að þær eru hluti að því held ég sem bara snúist stöðu, þær eru ekki taldar eins fínar. Okkur finnst, þegar við erum spurð, þá finnst okkur mamma vera að gera góða hluti sem kennari eða hjúkrunarfræðingur, en við erum samt ekki passa fyrir pappa. Já, en við myndum samt ekki setja strákin okkar í það. Nei. Já. Og hvað er það? Já. Hvað segja þínir drengir? Nú áttu stráka. Já. Þurfa að segja afsakið ég á pappa fyrir hjúkrun? Nei, ég veit að ég held að svo sem kannski skilji ekkert nákvæmlega hvað ég geri þannig séð, sko. En nei, ég var náttúrulega í Bandaríkjunum, sko, það sem að í töluvert mörg ár, það sem að sérfræðingshlutverkið í hjúkrun aðeins kannski stærra og sterkara og aukin réttindi og útvíka starfsvið og ég náttúrulega vandist á það að geta greint sjúkdóma og skrifa út lyf og eitthvað svona sem hefur verið tengt við læknisfræðina meira. Og það er náttúrulega til góðs eða ills er það hærri status og hærri laun og annað slíkt sem fylgir því og þá erum við aftur komnir í þennan postmoderníska hrærigraut, sko. Er það gott? Já. Þú veist að sé þannig að við erum að taka kannski einhvern status sem hefur tilnefnt einhverju kannski annarri stétt sem hefur meira tengst feðraveldinu og sterkur stöðu kalla í samfélaginu eins og læknisfræðinnar og fá það lánað og fá smá ljóman af þeim yfir okkur. Ég veit að ef við horfum á það út frá því, auðvitað sækjum við til útvíkkaða starfsvið vegna þess að við teljum að það sé best fyrir skjólstæðingarna okkar, það sé betra aðgengi og þjónusta sem við erum að veita sé góð en auðvitað tengist að þessum hlutum að einhverju leyti líka, sko. En gæti kannski orðið til þess að, sko, einhvern veginn að jafna stöðuna, sko, já. Á svo margan hátt, og það er svo sannlega gest í Bandaríkjunum. Já. En hérna, það sem að mig langaði til að spyrja ykkur er að hvað gerist þegar að konur, nú hafa prestastéttin var karlastétt og lögfræðingarnir voru karlastétt. Hvað gerist þegar að þessar stéttir verða orðnar kvennastéttir? Erum við komið data það? Erum við komið upplýsingar? Já, eins og sko þróunin innan háskólakerfisins, þá eru karlarnir ekki skilja sér þangað inn, þannig að það er mjög lógist að það eigi eftir að gerast. Og með læknana líka, ég meina yngri, sko, í þessu stéttu sem þú nefndir, sko, prestar, lögfræðingur og læknar, yngri kynslóðin þar er miklu jafnari heldur en eldri að tekur smá tíma að svona snúa þessu við, sko. Við sjáum náttúrulega eins og með kennarastéttina þá svona bæði virðist það hafa orðið að sko svona virðingastatusin í samfélaginu lækkar og launin sko á einhverju leyti líka. Ég hef heyrt á arkitektum þar sem að það er stétt sem er að verða meiri kvennastétt í dag sem var svona hefðbundin kallastétt. Þar hefur þetta verið að breytast aðeins líka, launin er að lækka, þannig að það er náttúrulega heldur ekkert eftirsóknarvert. Og það er þá heldur ekkert eftirsóknarvert einhvern veginn sko fyrir þá sem er í stéttinni fyrir. Ef að það á að vera og við þurfum virkilega að passa upp á að það verði ekki alltaf raunin að ef það verður meira jafnræði í hefðbundum kallastéttum að sko launin og virðingin fari. Þannig að þetta er náttúrulega hluti af mjög svona stóru projekti að snúa þessu öllu við, sko. Hvernig skýrir þú að þetta gerist? Hvað er það eiginlega? Þegar stéttir á hana kvennastétta þá missur þú virðingu. Já. Er þetta konum að kenna eða hvað? Já, ég meina, eins og ég segi, margir náttúrulega hafa skrifað um þetta og pælt í þessu, sko. Ég náttúrulega, sem hjúkrunarfræðingur þá er það bara svona lífspursmál fyrir mig að vera feministi, sko. Það er bara flónska að vera ekki fyrir mann það sem að 98% þeirra sem er í stéttinni eru konur, sko. Þannig að ég náttúrulega hef tilhneigingu til að sjá þetta með þeim gleraugum og tengja þetta mjög mikið við völdin sem fylgja því að vera karlmaður í samfélaginu og völdin sem svona feðraveldi hefur tryggt sér, sem eru stundum mjög falin og stundum ekki, sko, þú veist. Og það er mjög athyglisvert fyrir mig að sjá stundum hlutina út frá eða með þessum gleraugum vegna þess að við sáum til dæmis í kjarabaráttu lækna og kjarabaráttu hjúkrunarfræðinga sem átti þessi stað sem skömmu síðar núna bara fyrir 2-3 árum að læknunum sko leyfðust ákveðnir hlutir sem hjúkrunarfræðingunum leyfðust ekki, sko. Og enginn að segja þessi læknunum að kenna, þeir eru okkar góðu kollegar og allt það, sko. Heldur er það samfélagið sem leyfir og finnst
finnst bara sætt ef einhver skurðlæknir eða einhver að spila á banjo eða nutta sjúklingarna sína eða eitthvað svoleiðis. En ef einhver hjúkrunarfræðingur að gera það sama þá það bara rugl, sko. Skiljið hvað að fara? Þú veist, það ákveðin svona, það ákveðin hluti sem leyfast, þú veist, og ákveðin völd sem fylgja því að vera í svona valdastöðu sem eru alltaf að tala. Þetta bara eins og undirliggjandi, sko, malandi dísilvél sem hættir aldrei. Og af því að hún alltaf í gangi, þá hættum við að heyra í henni, sko. Hvað segir þú þetta, Andrea? Já, ég bara get tekið undir þetta allt saman, sko, og það sem kannski erfiðast við þetta að því eins og Gísli nefnir, þetta bæði leynt og ljóst, sko. Og þetta leynda svona það sem kannski erfiðar og ég held við séum að komin á svona svolítið áhugaverðan stað, sko, að því að við gefum okkur út fyrir að rosalega jafnréttissinnað samfélag og hér eru allir mjög jafnréttissinnaðir. Þannig að sko þetta leynda verður held ég sífellt einhvern veginn stærra. Það oft auðveldara bara eiga við hluti sem eru upp á yfirborðinu og þú getur tekið eitthvað svona umræðu, sko, en það svo margt núna sem að því við erum náttúrulega best í heimi í jafnréttismálum og við erum mjög stolt af því þó að og ég held að það sé að verða okkur pínu fjötur fót til þess að taka næstu skref því að það vissulega fullt af skrefum sem við eigum eftir, til dæmis hvað varðar kynjað náms- og starfsval og sumir halda því fram að við náum aldrei launajafnrétti fyrir en að við náum meiri jöfnuði á vinnumarkaði. Það ein rök fyrir til dæmis því að vera með meiri blöndun. Þannig að þetta náttúrulega, þetta mjög svona djúpt liggjandi í menningun okkar og feðraveldið hefur mjög sterk ítök þó við svona kannski neitum gjarnan að horfast í augu við það. Þannig að þetta mannanna verk og þetta menningarlegt og það sem jákvætt við það að það hægt að breyta svoleiðis hlutum. Þetta langtíma projekt en við verðum að tala um það og við þurfum svolítið að kortleggja, þú veist hvað það hvar getum við byrjað og svona fara einhvern veginn að vinna svolítið út frá því og svona átak eins og þau eru með í hjúkrunarfræðinni klárlega góð byrjun. Svo sjáum við hvert það skilur okkur, sko. En hvernig eða hvar eigum við að byrja? Nú árið 2017 og við teljum okkur vera upplýst samfélag og það gerist óskup lítið. Hvernig eigum við að vinna með krökkunum, börnum og barnabörnum og... Sko, ég held að það sem við þurfum að fara að gera ef við viljum, og svo það aftur þessi stóra spurning, sko, hvort við viljum breyta meira heldur við höfum gert. Það hafa náttúrulega verið tekin risastór skref á Íslandi og í hinu vestræna heimi og það svolítið kannski það sem ég að tala um þetta leynda, sko, hvert viljum við stefna, sko. Fyrir mig það augljóst að við þurfum að taka stór skref. Ég held við þurfum bara einhvern veginn að byrja að ræða þetta miklu fyrr og þessna skiptir svona átak mála því við þurfum að skapa fyrirmyndir. Krakkarnir tala um það að þeim finnist mjög mikilvægt að hafa fyrirmyndir og ég held við þurfum að kannski að fara að horfa svolítið sérstaklega á strákana og feður, eða sérst kallana að svona ef við ætlum að brjóta þetta eitthvað upp. Konurnar eru gjarnan móttækilegri fyrir því að fara ólíka leiðir og það, eins og við vorum að tala um áðan, þá hefur það líka svona ákveðna skýringar, sko. Þannig að það væri held ég rosalega eftirsóknarvert að fara að brjóta svolítið upp bara þessi hlutverk sem krakkarnir læra og þau byrja að læra þetta alveg frá vöggu. Þannig að... Þú sagðist verið að vinna með geðið, orðaði það svo skemmtilega hérna áðan. Þú hefur verið að vinna mikið með strákum. Hvað eiginlega orsakavaldurum fyrir, af hverju þeir ekki að skila sér inn í kerfið? Þú meinar menntakerfið eða svoleiðis? Erum við að taka einhvern veginn vitlaust á þeim í grunnskóla eða byrjun? Já, ég meina, ég veit náttúrulega ekkert um það. Ég hef náttúrulega bara, sko, vísindamaðurinn í mér og erfitt með svona spurningar vegna þess að ég hef með svo lágt enn, sko, ég hef með svo, úrtakið svo lítið, sko, að ég get náttúrulega ekkert alhæft um það, sko, út frá þess að ég hef unnið með, en það sem kannski mín svona tilfinning náttúrulega hefur verið sú þegar maður skoðar geðheilbrigðisþjónustuna okkar, skoða skólakerfið og skoða svona hvernig þetta allt keyrt áfram að við erum mjög svona
Já, við erum með sko one size fits all í skólakerfinu okkar sem ég ekkert viss að sé sniðugt og ég held að kannski engum finnist það sérstaklega sniðugt sko. Við erum með mjög greiningamiða kerfi í skólanum í staðinn fyrir að hafa þarfamiða sem væri mjög spennandi að þurfa, og þá minnkar rosalega mikið þrýstingur frá kerfinu og foreldrum að þurfa að greina til dæmis og þurfa að nota svona sjúkdómshugtök yfir ákveðna hegðun sem stundum líður hjá og stundum geta verið eðlileg þroskaverkefni í einhverjum tilfellum. Að þessi sé ofur einfaldan eitt sko og þá gætum við kannski nálgast þessa hluta aðeins öðruvísi og náttúrulega sko og kannski aðeins hort á að sum þessar krakkar eru kannski að setja mjög erfiða aðstæður í núverandi skólakerfinu. Við erum að biðja þau hluti sem eru mjög erfið fyrir þau núna en fyrir 100 árum síðan vorum ekki að því sko. Bara eitt að lokum, hvað langt í það að mæðraveldið og feðraveldið verði í jafnvægi? Er það 10 ár, 20 ár eða verður það aldrei? Við verðum að trúa því að það verði. Það ekki? En ég meina þetta gengur rosalega hægt. Ef þú spyrir mig sko, en við erum kannski óþolinmóð með þetta. Gísli? Já, ég meina Þú kannt ekki enn svörin. Nei, ég meina ég hef bara ekki hugmynd það sko. Þú veist, ég veit að ef maður skoðar svona trajectory sko, hvert þetta að fara sko, maður tengir saman þannig punkta þá þetta á leiðinni í góða átt sem þýðir það að einhvern tímann lendum við á réttum stað, hversu bratta sko, það svona túlkunaratriði, ég veit það ekki, en það finnst einhvern gaman sem með völd að missa þau. Nei. Það það sem þannig að þetta verður aldrei sérstaklega snyrtilegt, þetta verður alltaf pínu svona brösótt og eins og ég segi, við viljum ekkert missa völdin. Og þetta barátta, ég held að sé líka mikilvægt að við horfum á þó við séum númer 1 og það vel, að þá það ekki, það gerðist ekki sjálfkrafa og ég held að þessi næstu skref munu heldur ekki, þannig að þetta engin línuleg þróun, heldur þetta bara barátta og eins og þú segir og þetta svona missnyrtileg barátta því það alltaf erfitt að láta af völdum. Sko. Við skulum hafa það sem síðasta orð og ég þakka ykkur fyrir spjallið og ég þakka ykkur fyrir að hlusta.